Góðan daginn, þá hefst 43. fundur bæjarstjórnar Árborgar, haldinn í Grænumörk 5 á Selfossi þann 21. ágúst 2024 og þetta er fyrsti fundur eftir sumarleyfi og býði bæjarfulltrúa starfsmenn velkomna til starfa aftur. Fyrst er að geta mætingu, það er sá sem hér stendur Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vítaling Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Guðrún Rakel Svandísadóttir, varabæjarfulltrúi B-lista, situr hér í stað Arnars Freys, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Og það er Þórdís Sif Sigurðardóttir sem að rita hér fundargerð. Fyrst vil ég spyrja hvort einhver athugasemdir eru við fundarboðið. Ef svo er ekki, þá göngum við til dagskrár og það er fyrsti liður á dagskrá fundarins, aðalskipulag Árborgar 2020 til 2036, breytingar 1. Það er tillaga frá 32. fundi skipulagsnefndar frá 14. ágúst síðastliðinn liður nr. 4. Tillaga aðalskipulagsbreytingar Árborgar 2020 til 36. Breytingar 1. Eftir kynningu sem fór fram dagana 19.7.24 til 10.7.24 engar athugasemdir bárust á kynningartíma, tillagan er lögð fram til samþykktar og auglýsingar í samræmi við 3. málsgrein 30. greina skipulagslaga nr. 123 2010. Breytingarnar hafa verið kynntar með skipulagslýsingu, það er samantekt á þeim þáttum sem stendur til að gera breytingar á. Skipulagslýsing var auglýst og kynnt frá 28. febrúar 2024 til og með 27. mars 2024. Auk þess sem óskað var eftir umsögnum lögbundinna umsagnaraðila auk annarra. Gerðar eru nokkrar breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins Árborgar 20 til 2036. Breytingarnar snúa einkum að þéttbýli á Selfoss en einnig eru breytingar á landbúnaðarsvæði og nýtt svæði fyrir samfélagsþjónustu í dreifbýli. Er að ræða eftirtalda breytingar á greinargerð og uppdráttum. 1. Miðsvæðið M3 breytist í íbúðabyggð. Heimilt er að vera með hverfisverslun á lóðum næst hringtorgi Eyrarvegar og Suðurhóla. 2. Athafnasvæði fyrir utan á. Unnið er að deiliskipulagi athafnasvæðis AT2. Gerðar eru lítilsháttar breytingar á afmörkun afþreyingar og ferðamannasvæðis AF6 vegna þess og skógræktar og landgræðslu svæðis sem nefnist SL1. 3. Verslunar- og þjónustusvæðinu VAFþ 8 og þeim hluta samfélagsþjónustu S5 sem nær til leikskólas Glaðheima er breytt í miðsvæði. 4. Iðnaðarsvæðinu í einum er að hluta til breytt í verslunar- og þjónustusvæði. 5. Settir inn iðnaðarsvæði I21 og I22 fyrir borholu hitaveitu fyrir utan á. Einnig iðnaðarsvæði I23 fyrir borholur hitaveitu á Suðurbakka Ölfusár. 6. Verslunar- og þjónustusvæðinu VAFþ 11 er breytt í athafnasvæði. 7. Íbúðabyggðinni IB27 er breytt tilbaka í athafnasvæði AT5 eins og var í eldra skipulagi. 8. Á hluta af opnu svæði OP1 norðan við Sunnulækjarskóla er heimilt að útbúa aðstöðu fyrir skátana. Skilmálum fyrir miðsvæðið M5 er breytt og byggingar lækkaðar. 9. Skilmálum fyrir miðsvæðið M6 er breytt og byggingar lækkaðar. 10. Sýslumannstún er breytt í úr íbúðabyggð í opið svæði. 11. Syðsta hluta Votmúla 1, Lóustaða 1 og Votmúla 3 er breytt úr landbúnaðarsvæði L2 í L3. 12. Sett er eins nýtt svæði fyrir samfélagsþjónustu í landi Stórahrauns og minnka landbúnaðarsvæði samsvarandi. 13. Sett eru skilmála fyrir skuggavarp og vindvist. Endurskoðuð er afmörkun svæða sem vinna á rammahluta aðalskipulags fyrir. Að öðru leyti en því sem hér er greint frá gilda skilmálar eldra aðalskipulags með síðari breytingum.
Skipulagsnefnd samþykkir tillögu að breytingu á aðalskipulagi Árborgar 2020 til 36 með vísan í 37. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og til samræmis við 3. málsgrein 30. greina skipulagslaga og felur skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillöguna til athugunar og óska eftir heimild til að auglýsa tillögu í samræmi við 31. grein skipulagslaga. Skipulagsnefnd Árborgar leggur til við bæjarstjórn Árborgar að tillagan verði samþykkt í samræmi við ofangreindar tilvísanir. Og þá ætla ég að opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, við erum búin að taka þetta til umfjöllunar áður og enga breytingar orðið í rauninni á heildartillögunni á þeim tíma eftir skipulagslýsingu og engar athugasemdir sem hafa borist, en núna væri í rauninni, þarna leggjum við bara til í rauninni hann verði samþykkt. Bara svona rétt til nánari útskýringar svona kannski á svæðunum sem eru, af því að það líður svolítið lengra á milli og vildum við þetta frekar taka þetta fyrir núna í bæjarstjórn heldur en að vera að taka þetta yfir sumarið inn í bæjarráð. Miðsvæði M3, þarna erum við að tala um svæði sem liggur með fram Eyrarbakkavegi nátt við Stekkjarskóla, þannig að fólk svona áttu sig á því hvaða svæði um að ræða. Athafnasvæði fyrir utan á, þarna er verið að taka aðeins að fyrir aftan svona í Hrísmýrinni, þar sem til dæmis Vegagerðin og þar, en það er náttúrulega fyrir það tjaldsvæði svona fyrir aftan Ólís og það svæði, svo höfum einhver kennileiti og þannig aðeins verið að klippa til þess að passi betur við útlínur deiliskipulagssvæðisins sem er þá svona iðnaðarsvæði framtíðar. Verslunar- og þjónustusvæði var þarna 8 þar sem og þeim hluta samfélags, þetta er náttúrulega Glaðimareitnum við Hornið sem krambúðin er í dag og skátafélagið hefur aðstöðu og iðnaðarsvæði 1 þar sem steypustöðin þar eru að breyta hluta af því Horni í verslunar- og þjónustusvæði sem liggur svona næst nýja hringtorginu. Svo er náttúrulega verið að setja inn þessar borholur sem eru fyrir NRSS og er sikkur með vána. Verslunar- og þjónustusvæði var þarna 11, þetta er við vatnstankin, kaldavatnstankin þar sem er verið að breyta í athafnasvæði og gera það ráð fyrir stærra svæði undir það athafnasvæði í kringum vatnsöflun sveitarfélagsins. Íbúðabyggðin IB27 er við flugvöllin, næst flugvöllinum, það er verið að fara tilbaka til að gefa þar aðeins meira andrými kringum flugvöllin og hlutasvæði OP1 sem svo kom fram og mjög skýri lína fyrir svæði við Sunnlækjarskóla sem er gert ráð fyrir að vera möguleiki fyrir skátana að vera og svo er skilmálar fyrir miðsvæðið M6 sem er svona svæði í kringum Eyravegin, Þóristún og annars staðar sem er verið að gera ráð fyrir takmarkari hæð innan miðsvæðis. Á Sýslumustúnið verði opið svæði, er grænt í dag og viljum bara sjá það þannig áfram. Syðsti hluti Votmúla fyrir sunnan Votmúlaveg, það er verið að aðlaga aðeins úr aðalskipulaginu L2 og L3 og svo er rauninni nýja svæði við Stokkseyrar afleggjara í landi ríkisins þar sem er verið að gera ráð fyrir fyrirhugaðri framtíðar staðsetningu fangelsis ef þau áforma á fram að ganga og svo eru skilmálarnir fyrir skuggavarpana, þannig að engar athugasemdir hafa borist en við leggjum bara til að þetta verði samþykkt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum fyrsta lið á dagskrá fundarins aðalskipulag Árborgar og þær breytingar sem hér eru boðaðar? Ef svo er ekki, þá liggur fyrir að greiða þetta atkvæði. Þeir sem eru því samþykkt vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það mál númer 2 á dagskrá fundarins og þá er það Arnberg, Ólís, Bellubar, deiluskipulag lóðar, tillaga frá 32. fundar skipulagsnefndar frá 14. ágúst síðastliðinn liður 5, tillaga deiliskipulags fyrir lóðina Arnberg á Selfoss að loknu kynningarferli og auglýsingu. Tillagan var í auglýsingu frá 19. júní 2024 til 31.7. sama ár. Engar athugasemdir bárust, umsagnir bárust frá Brunavörnum Árnessýslu, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Minjastofnun Íslands, Umhverfisstofnun og Vegagerðinni.
Í umsögn heilbrigðiseftirlitsins er gerð athugasemd að ekki sé fjallað um fyrirkomulag fráveitu frá bílaþvottastöð og mengunarvarnir ásamt ábendingum um varnir gegn olíumengun og frárennsli frá bílaþvottastöðum. Í umsögn Vegagerðar er gerð athugasemd á staðsetningu rafhleðslustöðvar með tilliti til skerðingar á vegsýn og umferðaröryggis. Skipulagsnefnd getur ekki fallist á ábendingar í umsögn Vegagerðarinnar. Megin innihald tillögunnar er að skipuleggja húsakost og byggingarheimildir vegna áforma byggingu nýrrar bílaþvottastöðvar. Skipulagsnefnd samþykkir auglýsta tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna og feli síðan skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við 42. grein skipulagslaga og auglýsa niðurstöðu bæjarstjórnar Árborgar samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar sömu laga. Þá opna ég fyrir mælendaskrá þetta annað mál á dagskránni og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, biður um orðið. Forseti bæjarfulltrúar tilnefndur. Já, við höfum nú fengið þetta áður til umræðu hér og eins og ég segi komu engar athugasemdir, umsagnir bárust og búið að taka tillit til alls þeirra gagnvart heilbrigðiseftirlitinu og var gert í vinnuferlinu. Varðandi ábendingu Vegagerðarinnar þá tók, eins og kom fram í inngögnum, skipulagsnefnd taldi hann ekki bara vera þess eðlis að þyrfti að bregðast við henni. Það eru sömuleiðis bílastæði þarna meðfram sem hægt er að leggja í og geta þau þetta tímabundið en þetta er ekki þannig, eða að mati nefndarinnar var þetta ekki þannig umfangs að þyrfti að bregðast við því. En af því að það kemur inn umsögn sem hún er að bregðast við, þá þurfum við í bæjarstjórn að gera hana okkar, líkt og Skipulagsstofnun vill, þannig að bókunin verði þess efnis að við höfum tekið þetta til umfjöllunar og eðlilega geta allir komið á tjá sig þannig og eftir. En þá kemur með tillögurinn að bókun þess efnis að bæjarstjórn Árborgar fellst ekki á ábendingar í umsögn Vegagerðarinnar. Megin innihald tillögunar er að skipuleggja húsakost og byggingarheimildir vegna áforma byggingu nýrrar bílaþvottastöðvar og síðan að bæjarstjórn samþykki tillöguna auglýsta tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og feli skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við 42. grein skipulagslaga og auglýsa síðan niðurstöðu bæjarstjórnar samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar sömu laga. Þannig að þetta er svona þá til umræðu einhver hefur athugasemdir við bókunina eða umorðin á henni en hún felur svo sem í sig bara svona, eins og við höfum tekið áður fyrir ákveðna endurtekningu frá skipulagsnefnd en öðru leyti gagnvart tillögunni er bara þetta mjög ágætt að þarna sé verið að skipuleggja svona sjálfvirka bílaþvottastöð. Ég held að það vanti algjörlega hérna svæðið og vonandi verður það bara að veruleika. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta annað mál á dagskrá fundarins sem að er deiliskipulag lóðar við Ólís og Arberg. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, biður um orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur. Mér langar bara í rauninni að spyrjast þess frekar fyrir þetta sem Vegagerðin er að gera athugasemd við. Það sem að nú er náttúrulega eins og við þekkjum all gríðarlega mikil umferð í gegnum Selfoss og raðirnar langt undir Ingólfsfjall orðin bara svona daglegt brauð. Það hafa orðið fjöldar slysa þarna við þessa ömurlegu eyju þarna og þessi út á innkeyrslu inn á Arberg. Þannig að mér langar bara í rauninni að spyrjast aðeins fyrir það hvað akkur við erum ekki að taka til þessa eða hvort að eru bara ekkert verið að spá í þessum hleðslustöðum, eru þær bara fyrirhugaðar eða eru þær í undirbúningi eða skipta þær kannski bara engu máli Mér finnst þetta svona kannski aðeins óljóst hvað það varðar. Ég held að við erum að vanda okkur að þrengja ekki að þetta virðist vera innan veghelgunarsvæðis af því að ég held að sé fyrir sig að við þurfum í náinni framtíð og bara fyrir okkur grunar að í rauninni rýmka þó að brúin sé fyrir þau að hún fari þá held ég að verði alltaf þannig að hér er bara að byggjast upp mjög hratt og við verðum að passa upp á að það þrengi ekki af innkeyrslunin þarna megin þó hún færist annað og ég hef hort upp á slys og þetta er í rauninni algjör slysagildra við þessi inn- og útkeyrslur á þessum við beygina. Þannig að mér langar bara að spyrja hans frekar út í þetta.
Takk fyrir þetta Fjóla. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, biður orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, það er, ég kem hérna upp út af þessu máli þarna deiliskipulag lóðarinnar við Arnberg. Ég er að velta fyrir mér, það hefur borist þarna umsögn frá 4 aðilum og ég er að velta fyrir mér þar sem að umsögninni frá heilbrigðiseftirlitinu, þar sem að þau benda á að sé ekki fjallað fyrirkomulag fráveitu frá bílaþvottastöðinni og mengunarvarnir ásamt ábendingum varnir gegn olíumengun og frárensli. Hvernig er með svarið við þessum athugasemdum eða þessari umsögn? Það er ekkert í það er allavega ekki þarna undir málinu svarið, ég get ekki séð það. Það er kannski einhver yfirsjón hjá mér en ég sé ekki hvernig þessu hefur verið svarað. Þannig að ég velti fyrir mér af því að mér finnst þetta náttúrulega mjög þetta eru auðvitað mjög gildar athugasemdir og eðlilegar af því að það eru auðvitað mengun frá svona stöðum, þvottastöðum og það þarf auðvitað að hugsa fyrir þessu öllu og ég velti fyrir mér sem sagt hvernig er þessu svarað. Takk. Takk fyrir þetta Arna Ýr og svo kannski má segja líka hvernig er þessu bara yfir höfuð háttað, hvaða reglur og annað snertir varðandi þvottaplön og slíkt. En Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Líkt og kom gagnvart ábendingu heilbrigðiseftirlitsins eða umsagnar frá þeim, þá var í rauninni drátturinn uppfærður eins og hann er venjulega þegar það kemur í vinnunni, þannig að það kemur fram í uppdrættunum. Allt frárensli þvottastöðar verður tengt við sandskilju og samrunaskilju með sína upptöku bruna útbúum sjálfvirkum, þetta er svolítið lítið hérna, vöktunar búnaði samkvæmt 21. málsgrein. Hann hefði búið að uppfæra í uppdrættunum út frá ábendingum heilbrigðiseftirlitsins, þannig að þær eiga að vera komnar inn þar og fóru fyrir þá skipulagsnefnd. Gagnvart almennu einmitt öryggi þessu, þá tek ég heilsum undir, við eigum að vanda okkur og vinna að og það var ekki í rauninni nýtt í umsögn kannski beint gagnvart þarna innkeyslunum en við lögðum samt til í vinnunni við þetta í upphafinu, þetta er búið að vera svo sem í vinnslu síðan í vetur þegar þetta kemur fyrst inn til sveitarfélagsins að þarna bílaþvottastöðinni hún var færð aftar í rauninni á lóðina til dæmis meðal annars til þess að það væri meira pláss til að komast út og minnka hættu þá á mögulegra árekstrahættu við innkeyslurnar en þetta er klárlega eitthvað sem þarf alltaf að hafa í huga að við vöndum okkur bæði þegar við hugsa til framtíðar en í þessu tilfelli taldi nefndin ekki að þetta væri kannski eitthvað sem þyrfti að taka tillit til gagnvart hleðslustöðinni núna en hvort að það þurfa að endur með þetta til framtíðar þegar umferð eykst og annað, það er síðan bara vinna sem við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir. En þáttu semst að vera búið uppfæra uppdráttin alveg í samræmi við ábendingar heilbrigðiseftirlitsins og hitt er síðan semst mat nefndarinnar og bókun. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Eru fleiri sem vilja hjá sig þetta mál? Það var lesin upp hérna áðan drög að bókun og hvort að bæjarfulltrúar hafi athugasemdir eitthvað við það orðalega eða umbreytingar á því sem myndi þá fylgja eftir við afgreiðslu málsins. Hljóðar. Já, bæjarstjórn Árborgar fellst ekki á ábendingar í umsögn Vegagerðarinnar. Megininnihald tillögunnar er að skipuleggja húsakost og byggingarheimildir vegna áforma byggingu nýrrar bílaþvottastöðvar. Bæjarstjórn samþykkir auglýsta tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við 42. grein skipulagslaga
og auglýsa niðurstöðu bæjarstjórnar Árborgar samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar sömu laga. Þannig hljóðar þessi bókun sem myndi fylgja afgreiðslunni og orðið er frjálst ef einhverju vilja tjá sig að bæta við hvernig sem það er. Já, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, orðið. Takk fyrir, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég velti einu fyrir mig varðandi þetta orðalag, sko, getur ekki fallist á þessar ábendingar. Mér finnst þetta svolítið djúpt í árinu að tekið vegna þess að ábendingin er réttmæt. Það hefur hvort sem að hún á við eða ekki, sko. En þá var vissulega, voru þessar stöðvar reistar þarna án þess að Vegagerðin hefði tækifæri til þess að gefa umsögn það og þeir benda réttilega á að þær séu innan veghelgarsvæðisins. Annað sem að mér finnst kannski við ættum að hugsa eða ég veit ekki hvort það var tekið eitthvað til umræðu í skipulagsnefnd en náttúrulega vegna umferðarþunga eins og hefur komið fram hérna eins og í máli Fjólu bæjarfulltrúa þá er þessi bensínstöð orðin ákveðlega óheppilega staðsett með tillit til að innkomi í sveitarfélagið og sérstaklega er hættuleg þessi vinstri beygja þegar að fólk eru á leiðin inn til Selfoss og ákveður svo skyndilega að einhverjum ástæðum það þurfi að fara inn á bílastæði hjá Ólís og negli niður og gefa stefnuljós. Það var margar aftanarkeyrslur orðið við það og maður veltir fyrir sig sko ef við erum að fara að heimila aukin umsvif á lóðinni sem að sannarlega bílaþvottastöð mun bera í för með sér að þá hugsanlega erum við að auka enn frekar á hættuna á því að það verði einhvers konar óhöpp þarna á þessum stað sem nú þegar er orðin mjög krítískur. Bara velti þessu fyrir mig, svo það komi fram að þá er ég ekki á móti bílaþvottastöð hjá Ólís eða annar staðar út í það er farið en þetta svæði og þessar tengingar og umferðina þarna þetta er bara þannig að ég held að við verðum að vanda okkur eins og komið þau fram. Takk. Takk fyrir þetta Sigurjón Vídalín. Þá ætla ég að gera tillögu minn að gera hér örstutt fundarhlé og við komum inn eftir augnablik aftur.
þetta klárir. Og þá fundi fram haldið á þessum 43. fundi bæjarstjórnar Árborgar og við vorum að ræða hér annað mál á dagskrá fundarins sem var, það nú orðalagið alveg upp á hár, það var Arnberg Ólís deiliskipulag lóða og það bárust nokkrar athugasemdir eða ábendingar tengsl við það frá umsagnaraðilum og bæjarstjórn Árborgar hefur orðið ásátt þetta orðalag í bókun eftir að afgreiðslan hefur verið borin upp til atkvæða. Eftir að málið hefur verið borin upp til atkvæða. Bæjarstjórn Árborgar þakkar ábendinguna frá Vegagerðinni en telur ekki ástæðu til að bregðast við henni að sinni. Bæjarstjórn óskar eftir umræðum við Vegagerðina bætt umferðaröryggi og umræddu vegakafla. Megin innihald tillögunnar að skipuleggja húsakost og byggingarheimildir vegna áforma byggingu nýrrar bílaþvottastöðvar. Bæjarstjórn samþykkir auglýsta tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við 42. grein skipulagslaga og auglýsa niðurstöðu bæjarstjórnar Árborgar samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar sömu laga. Og þá ætla ég að bera tillöguna í heild sinni upp til atkvæða hér við bæjarstjórn Árborgar, þeir sem eru þessu máli samþykk vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt með 10 atkvæðum, þeir sem eru á móti. Það enginn á móti, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarstjóri D-lista situr hjá og það samþykkt með 2 atkvæðum S-lista, 2 atkvæðum B-lista, 1 atkvæði A-lista og 5 atkvæðum D-lista. Þá göngum við til 3. máls á dagskrá fundarins. Það breyting á aðalskipulagi Árborgar 2020 til 2036, breyting á legu Selfosslínu 1. Tillaga frá 32. fundi skipulagsnefndar frá 14. ágúst síðastliðinn, liður 3. Tillaga aðalskipulagsbreytingar Árborgar 20 til 36, breyting á legu Selfosslínu 1, að loknu kynningarferli og auglýsingu. Tillagan var auglýst 29. maí 2024 til 10. júlí sama ár. Umsagnir bárust frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Minjastofnun Íslands, Fuglaverndurum, Sveitarfélaginu Ölfus, Umhverfisstofnun, Veðurstofu Íslands og Vegagerðinni. Skipulagsnefnd samþykkir tillögu breytingu á aðalskipulagi Árborgar 2020 til 36 í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykkir tillögunum með vísan í ofangreinda tilvísun laga. Skipulagsfulltrúa verði síðan falið að senda tillögun til afgreiðslu Skipulagsstofnunar. Svo hér eitt fylgiskjal. Einhverju sem vilja tjá sig þetta 3. mál á dagskránni? Ef svo ekki þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Og þá förum við í 4. mál á dagskrá þessa fundar bæjarstjórnar Árborgar. 4. málið Eyrarvegur 42-44, deiliskipulag verslunar og þjónustu auk íbúðabyggðar. Tillagan frá 32. fundi skipulagsnefndar frá 14. ágúst síðastliðinn, liður nr. 1. Lögð fram að nýju eftir auglýsingatíma breytt deiliskipulagstillaga fyrir lóðirnar Eyrarveg 42-44 á Selfossi. Tillagan hefur verið til meðferðar hjá Sveitarfélaginu Árborg og var samþykkt til auglýsingar á fundi bæjarstjórnar 29. nóvember 2023. Tillagan var fyrst auglýst frá 20.12.2023 með athugasemdafresti til 31. janúar 2024. Engar athugasemdir bárust á þeim tíma. Umsagnir bárust frá Minjastofnun Íslands og Vegagerðinni. Vegagerðin gerði athugasemdir tillögun í umsögn Vegagerðina dagsett 9.1.2023 þar sem ekki var fallist á nýja aðkomu inn á lóð 44 við Eyrarveg. Í kjölfari var breytt tillaga lögð fram sem gerir ráð fyrir aðkoma að lóð 44 verði frá Fossvegi. Þá hafði uppstillingu byggingarklasa fyrir lóð 44 verið snúið við. Þannig opið svæði inn að lóða snúi að Eyrarvegi.
Eyravegi. Tillagan var í framhaldi auglýst á ný frá 19.7.2024 til 31.7.2024. Engar athugasemdir bárust. Umsagnir bárust frá Minjastofnun Íslands og Vegagerðinni. Vegagerðin gerði athugasemdir tillögunum með bréfi dagsettu 18.7.2024 sem bendir á fyrri umsögn Vegagerðinnar frá 9.1.2024. Það er hérna missitun, það kemur fyrir þeirra rættur bréf frá Vegagerðinni sagt að sé 9.1.23 en það er 24. Það sem fjallað er aðkomur af Eyrarbakkavegi og leggur Vegagerðin til að syðri aðkoma að Eyravegi 42 verði lögð af. Skipulagsnefnd hefur komið til móts við fyrri athugasemdir Vegagerðarinnar og fært aðkomu að Eyravegi 44 inn á Fossveg. Nefndin telur að athugasemdir í umsögn Vegagerðarinnar dagsett 18.7.2024 muni rýra verulega gæði lóðarinnar Eyravegi 42. Við lóðina hafi gegnum tíðina verið 2 aðkomur og hafa þær þjónað vel tilgangi verslunar á lóðinni. Skipulagsnefnd samþykkir auglýsta tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna og fela síðan skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við 42. grein skipulagslaga og auglýsa niðurstöðu bæjarstjórnar Árborgar samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar sömu laga. Við erum hér í máli 4 á bæjarstjórnarfundi Árborgar og ég opna fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-listar. Við beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, þessi tillaga er líka búin að vera nokkrum sinnum inn hjá okkur og við fengið breyst bara held ég til batnaðar svona í vinnuferlinu og segja eins og kemur fram í bókun skipulagsnefndar var tekið tillit til í rauninni það var fyrstu tillögu var gert ráð fyrir 3 í rauninni stútum þessum 2 sem eru nú þegar og allir svo sem hafa þekkt meðan var þarna til húsa og síðan í rauninni var lagt til 3. stúturinn eða hann yrði breikkaður syðri stúturinn þannig að hann næði inn á hollóðina líka nr. 44 og inn á fyrirhugaða íbúðabyggð þar. Eftir að Vegagerðin kom með athugasemdir við það í fyrri ferlinu fyrir árinu þá var í rauninni voru bæði eik sem eru með sem leggja til í rauninni deiliskipulagið eigandi lóðarinnar að færa það yfir á í rauninni Fossvegi og það var í rauninni samþykkt og það var alveg brugðist við athugasemdir Vegagerðina þar í þessu tilfelli og persónulega tekið alveg undir með skipulagsnefndinni að þetta hefur þjónað sínu tilgangi vel hingað til og yrði held ég ekki gott ef það ætti að vera í rauninni með við stærri lóðarinnar og það sem er að koma þarna núna, verslun og þjónusta og hraðarhleðslur, mikið umfjöllun núna, að það þurfa að vera 2 innkomur inn á lóðina þannig að hún ná að þjónusta sem sé best. Og þess vegna leggur nefndin til að það verði í rauninni samþykkt. En síðan tekið undir rauninni og það er í rauninni í vinnuferli núna að skoða í rauninni bara Eyraveginn svolítið í heild sinni og þetta er hluti af því núna þegar þessi uppbyggingar eru í gangi næstu árin að þá eykst líka umferðarþunginn og hann er orðinn þungur í dag og það þarf að skoða í rauninni og það er eins og ég sagði er til skoðunar hvernig götukassin hvernig við getum í rauninni bætt umferðarflæði til framtíðar með þessari aukningu og við erum nú með eina tillögu hérna síðar sem snertir svæðið hinum megin við götuna sem hefur sannarlega áhrif þar líka. Hvar þurfum við mögulega að fara að horfa til hringtorgs þarna eða einhverjar breytingar eða breikkunar og hvernig möguleika á því þannig að þetta er allt svona hluti sem þarf að skoða líkt og í fyrri tillögu sem við vorum að tala um bara með stækkandi byggð. En allavega gagnvart þessari tillögu sérstaklega leggjum við til að það verði haldið þessum 2 stútum inn í Eyravegi 42 til þess að halda í rauninni að mati gæðum lóðarinnar en auðvitað er það mat hversu eins, hvernig það en þar að leiðandi væri við bæjarstjórn að koma með í rauninni okkar innlegg inn í þessa tillögu og er hér alveg með tillögubókun við skulum endilega ræða hana og við viljum vinna í orðalagið hana. Komið hefur verið til móts við fyrri hefst á lestur. Komið hefur verið til móts við fyrri athugasemdir Vegagerðarinnar og fært aðkoma að Eyravegi 42 inn á Fossveg. Bæjarstjórn Árborgar telur að athugasemdir í umsögn Vegagerðarinnar dagsett 18.7.2024 muni rýra verulega gæði lóðarinnar Eyravegi 42.
við lóðina hafi gegnum tíðina verið 2 aðkomur og hafa þær þjónað vel tilgangi verslunar á lóðinni. Bæjarstjórn samþykkir auglýsta tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein 2010 og felur skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við 42. grein skipulagslaga og auglýsa niðurstöðu bæjarstjórnar Árborgar samkvæmt 3. málsgrein 41. grein sömu laga. Þannig að þarna erum við að gera athugasemdir okkar í upphafi, en endilega ef við höfum einhver orð sem við viljum fjalla um tillöguna, þá skulum við gera það núna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Það er áfram opin mælendaskrá. Einhver vilja tjá sig hér þetta 4. mál og mögulegt orðalag í bókun. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, biður orðið. Herra fólki, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég nýta þessu þetta. Það er sko, svo segir umsögninni að frá Vegagerðinni að þeir geta ekki samþykkt krossvegamót. Það er vísan til þess að þarna er komið krossvegamót eða svona nánast við Lágheiði og við þrátt fyrir að þarna hafi náttúrulega verið húsgagn eða byggingarvöruverslun og blómaval eða svona, svona gjafavara, þá er varla hægt að bera saman umferðarflæði í gegnum slíka verslanir versus á móti stórmarkaði, matvöruverslun. Og bara svona sem ég flöða nú í huga að í Reykjavík þá er þessum húsgagnahöllin þar er Krónan alltaf með mjög stóra verslun á húsgagnaversluninni. Þar fer öll umferðin í gegnum þessa eina tengingu þarna inn á, man ég ekki hvað hann heitir þessi gata, en það er bílstöðvar sennilega, en allt aftur komum við að þessu sko, þetta snýst öryggi og umferðaröryggi og umferðarflæði og við eigum svolítið erfitt að mínu mati með að taka ekki tillit til ábendinga eða umsagnar Vegagerðarinnar þar sem hún er sannarlega veghaldarinn og getur ef harðbakka slæðir þá bara kært þessar ákvarðanir sem að bæjarstjórn tekur og gert bæjarstjórn það afturreka með það er þannig. Ég veit ekki hvort að það sé ákjósanlegt en ég veit heldur ekki hvort að það sé endilega hægt að slá því fram sem föstu að ein tenging muni endilega rýra gæði lóðarinnar. Það snúist bara allt skipulaga innan lóðar og hvernig umferðarskipulag þá á bílastæðunum í kringum húsnæðið. Já, ég heldur bara svona velta þessu upp. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Þá var Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, biður orðið. Já, forseti bæjarfulltrúi tilheyrendur. Já, góðir punktar, Sigurjón, og þetta er nákvæmlega það við sjáum þetta eðlilega mismunandi, en ein svona tillaga eða svona eitt það sem hefur komið til umræða í þessu vinnuferli og koma á sínu tíma, hvort að þessi syðri stútur sem hefur nú verið þarna á þessum slóðum að þarna hvort hann eigi bara að vera út af akstur og þá svona svipað eins og var gert á Eyraveginum í hóteli, eigi bara að leyfa í rauninni hægri beygju, þannig að þú þverir í rauninni ekki, þá getur í rauninni flætt út vegna þess að eina af svona kannski eina rökum eiganda þegar hann er að fá inn í rauninni kannski stærri bíla, að menn geti farið í þennan og þeir keyptu semst af sveitarfélaginu sem við sáum þetta fyrir á árinu, smá bút fyrir aftan, þeir sjáu það í svona rauðum, svona þríhyrningarnir fyrir aftan, til að það væri í rauninni auðveldur hringakstur í kring, þannig að bæði þeir sem eru að mögulega hlaða, mögulega með aftan í vagnið annað, þá væri þægilegur semst hringakstur og svo hægt að fara út, þannig að það geti alveg verið og það hefur alveg komið til umræða hvort að við eigum að gera það okkur eða leggja það til frekar í okkar bókuna þarna að syðri stúturinn verði bara í rauninni útavakstur með til hægri, þannig að þú sért ekki að þvera Eyraveginn á þeim slóðum,
en hinum megin síðan notaðar í báðar áttir eins og það myndi sennilega breyta myndinni mjög mikið en samt gefa kost á þessum hringakstri sem þeir lögðu svolítið áherslu á í ljósi þess að það eru komnar hraðstöð, þú keyrir inn og getur þá farið bakvið og svo beint út aftur og þá erum við í rauninni svolítið að hugsa umferður ekki líka innan lóðarins. Þannig að svona velti því kannski til umfjölluna hvort að fólki líst betur á það og við myndum þá kannski umorða bókunni í þeim efnu því að það myndi örugglega sannarlega ganga upp örugglega í ferlinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég sjálfum sér, mér langaði rauninni bara aftur að koma inn á það að fyrir okkur sem búum þarna, þá er umferðin orðin alveg gríðarlega þung þarna í gegn líka og búin að vera þetta alltaf lengi og ég hef svo sem verið að spyrjast fyrir í hátt í 2 ár það hvort það þurfi ekki að taka heildstætt á því uppbyggingin er það hröð og hvernig sé hægt að leysa bara þessar stóru æðar því að bara það að koma út af Fossveginum þarna er gríðarlega þungt og í rauninni bara ógerlegt að komast þarna inn á morgnana þegar skólarnir eru byrjaðir og en varðandi svo þessa út af og innkeyrslu, ég held að verða alltaf að vera 2, ég svo sem set mig ekki upp á móti því, ég held að skipti miklu máli varðandi bara það að koma bílalúgu apótek og en hvort það ætti bara að eins og var komið inn á að vera með inn og út gæti bara verið mjög sniðugt, ég held að það geti verið sniðugt en mig sem íbúa þannig kvíður fyrir því að fá íbúa af þessum nýjum blokkum inn á Fossveginn, maður þarf að fara inn að venja sig á það að fara hringtorgar megin eða fara hinna leiðina sem er erfitt þegar maður er búin að venja sig á annað en það er rosalega þung umferð þarna heilt yfir bara og leiðilegi stútarnir eins og inn á Fluggarhúsinu, þröngir, það þarf að fara í heildstæða bara skipulagningu á Eyrarveginum og breyta þessu og rúna af, þetta er alveg galið hvernig þetta er þarna og umferðin er nú þegar orðin þannig að hún í rauninni er búin að sprengja þetta fyrir löngu þennan kafla frá hringtorginu við Hagalandið og alveg að í rauninni bara brúnni. Þetta er orðið bara alltaf þröngt og ég skil alveg hvað Vegagerðin er að hugsa, varðandi það að því að til dæmis við Fluggar, það er ótrúlega þröngt og leiðilegt bæði við og TRS og set og þetta eins og kemur fram eftir þá eru breytingar fyrirhugaðar þar sem er bara vel og það var við vorum flest kynningum sem að fór fram á þeirra vegum og þar var einmitt að horfa í Eyrarveginn sem svona hálfgert boulevard stórhuga kynning og sem gerða verkum að það er strax orðið svona rýmra allt. Við verðum að passa okkur að því að vera ekki með einhverja smáþorpa götur og umferði á meðan við erum að reyna að stækka í Árborg. Þannig að ég held að það veri mikilvægt í framhaldinu að skoða þetta heildstætt. En ég set mig ekki upp á móti þessu eins og þetta er lagt upp hér. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla. Álfheiður Eymannsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista, beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, kæru íbúar og aðrir sem eru að fylgjast með fundinum. Ég kem undir liðnum breyting á deiluskipulagi á Eyrargötu, Eyravegi 42-44. Ég held að við verðum að halda þessum 2 inngöngum eða útgöngum og hvernig svo sem við útfærum það hvort það verði einstefna inn út á öðrum eða hvernig og það er einfaldlega vegna þess að inn á bílastæðinu sjálfu er mjög lítið pláss til þess að snúa við og við viljum ekki einhverja svona Suðurlandsbrauta martröð við Eyraveginn í sambandi við bílastæði og komast út úr þeim það er ofsalega þröngt við Suðurlandsbrautina í Reykjavík og ég sé að við sögum húsin einmitt við Eyraveg er svona svipa vandamál þó að séu auðveldara að komast út þannig að ég get ekki séð að við getum fækkað eða það yrði verulega óþægilegt fyrir þá sem kæmi á bíl eða það yrði bara ein aðkoma að Eyravegi 44
Varðandi það sem Fjóla bæjarfulltrúi minnist á varðandi aðkomu frá Fossvegi inn á 42. Ég bara þekki það mál ekki nógu vel til þess að hafa í raun og veru skoðun á því, en ef að það er rétt að það lendi akkurat í skólaumferðina, þá er mitt ég veit það ekki, við ættum kannski að taka bara skurki umferðar öryggismálum í sveitafélaginu almennt, ekki bara Eyraveginn heldur, það eru svona ýmislegt sem að mætti huga að í sambandi við umferðaröryggi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Álfheiður Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, biðjum orðið. Já, það er þetta með innkeyslur og útkeyslur á svæðið við, húsið við Eyraveg nr. 42, og þá held ég að sé nú mjög erfitt eða svona maður ekki alveg að sjá það fyrir sér að verða að vera 2 stútar. En ég held að sé glórulaust annað en að það sé settar reglur það að sé innkeyrsla á öðrum stútnum og útkeyrsla á hinum. Af því að ég hef sjálf staðið með því að fara þegar húsasmiðjan var svína yfir á móti og það er tómt rugl og samt það er ekki byrjað að byggja þessar íbúðir við hliðina á og það var orðið miklu meiri umferð bara á þessum stutta tíma síðan húsasmiðjan fór. Þannig að ég held að við séum að koma í veg fyrir stórkostlega fjölgun á umferðaróhöppum með því að setja reglur að það sé útkeyrsla öðrum megin og innkeyrsla hinum megin. En manni finnst þetta svona svolítið og svo er þetta bara, það er glórulaust að vera að mætast á þessu bílastæði. Ef þú ætlar að fara að keyra inn báðum megin þá ertu að fara að mætast einhvers staðar og það er bara ekki hægt. Þrengslin eru þannig. Þannig að ég legg nú til að það verði sett bara, það verði tekin ákvörðun það. Það eru með innkeyrsla og hinum með útkeyrsla. Og svo náttúrulega kemstu alltaf út í hringtorkið skömmu síðar, þannig að þú getur alltaf snúið í hináttina á öruggan hátt. En þannig ég held að það sé mikilvægt og það verði tekin ákvörðun það. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, biðjum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, bara tilheyrendur. Já, mér langar bara að taka undir allt sem er komið eins og frá Sigrún og Fjólu sérstaklega, og maður hefur líka svolítið áhyggjur að þetta er náttúrulega vegur sem er eigu Vegagerðarinnar og verður áfram þegar nýja brúin kemur, því Vegagerðin mun eiga þennan og þetta verður ennþá þjóðvegur. En umferðin þarna er líka og hefur eiginlega alltaf verið hröð og var ógeðslega hröð, þótt að 2 hringtorg áður nú kemur inn í bæinn þarna hafa komið og hægt eitthvað umferð, þá er umferðin mjög hröð þarna. Við erum að horfa á Áralækurinn koma inn þarna, langfjölmennasta gata held ég bara á Suðurlandi. Það eru breyttar forsendur núna bara alveg þarna á milli svona stútana á Fossveginum 2, koma blokk þarna fyrir sunnan gamla húsmæðahúsið, kom maturverslun, önnur blokk, komin önnur atvinnustarfsemi þarna í 38 og svo komin stór blokk í 36. Og það sem við kannski fara að horfa á líka þarna á þessum kafla er að ára álagstímar í húsasmiðjunni. Nú er að fara að vera álagstímar allan daginn og jafnvel, viðverandi. Það er meiri traffík sem fer í þessar maturverslanir. Það eru fleiri tækifæri líka þarna í húsnæði númer 42. Nettó er ekki að fara í allt húsnæði, það eru önnur þjónusta sem er að koma allan líka. Að við verðum að fara að taka samtali við Vegagerðina um þetta og að við skoðum líka bara teikningarnar á lóð 42 og við vitum náttúrulega hvernig bílastæðin liggja þarna meðfram Eyraveginum. Þá bílastæðin hljóta að leggja þannig að umferðin verður alltaf að fara út suðurstútinn. Það er ekki hægt að koma inn á suðurstútnum og beygja strax til hægri á móti umferðin að býður ekki upp á, en við erum ekki umferðarsérfræðingar hér eins og var komið fram hérna í öðru máli, en við verðum samt að fara að taka umræðan með Vegagerðina út af við þurfum akkurat að hugsa til næstu 50 ára, þannig að þetta verði ekki bara eins og litla Tryggvagatan okkar er á hluta núna. Þröng og
býður ekki upp á umferðina, þarna verður bara orðin einhver 30 umferð þótt að allir keyra hraðar. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn. Forseti ætlar að leggja til örstutt fundarhlé aftur og við komum inn skömmu síðar. Rétt að fara yfir þetta hérna saman áður en við leggjum þetta mál endanlega fram.
Þá er fundi framhaldið, bæjarstjórn Árborgar, 43. fundi og við erum hér að ræða mál númer 4 sem er Eiravegur 42-44, deiliskipulag verslunar og þjónustu auk íbúða byggðar og það hefur verið sett fram hér bóku sem ég ætla að lesa hér upp og svo berum við þetta upp til atkvæða. Bæjarstjórn Árborgar þakkar ábendinguna frá Vegagerðinni, komið var til móts við fyrri athugasemdir Vegagerðarinnar og fært aðkomu að Eiravegi 44 inn á Fossveg. Bæjarstjórn Árborgar telur að athugasemdir í umsögn Vegagerðarinnar dagsett 18. júlí 2024 muni rýra gæði lóðarinnar Eiravegur 42. Við lóðina hafa í gegnum tíðina verið 2 aðkomur og hafa þær þjóna vel tilgangi verslunar á lóðinni. Bæjarstjórn telur að með því að hafa einungis útakstur af syðri aðkomu muni það bæta umferðarflæði og frá lóð og auka öryggi. Bæjarstjórn óskar eftir umræðum við Vegagerðina bætt umferðaröryggi á umræddum vegarkafla. Bæjarstjórn samþykkir auglýsta tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillögun til afgreiðslu í samræmi við 42. grein skipulagslaga og auglýsa niðurstöðu bæjarstjórnar Árborgar samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar sömu laga. Einhverjir, já, það hefur verið óskað eftir fundarhlé að nýju þetta sama mál og forseti verður við því og við gerum örstutt fundarhlé.
núna. Þá fundi ennfram haldið eftir örstutt fundar hlé og við vorum hér að ræða fjórða mál á dagskrá sem Eyrarvegur 42-44 deiliskipulag verslunar og þjónustu auk íbúða byggðar. Bæjarstjórn Árborgar hefur orðið ásátt það að fresta afgreiðslu þessa máls þannig að allt orðalag og annað verði þannig framsett að skothellt verði og ég ætla þá að leggja það til við fundin að málinu verði fresta og afgreiðslu þess til næsta fundar, þess sem því samþykkt vinsælt gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá göngum við til 5. liðar á dagskránni Norðurhólar 5, deiliskipulagsbreyting verslunar og þjónustulóðar leikskóla. Tillaga frá 32. fundi skipulagsnefndar frá 14. ágúst síðastliðinn liður 2. Uppfærð tillaga vegna deiliskipulagsbreytingar fyrir lóðirnar Norðurhólar 3 og 5 á ný eftir yfirferð skipulagsstofnunar dagsett 9.7.2024 þar sem athugasemdir eru gerðar við að birta auglýsingu samþykkt breytingarinnar í B-deild stjórnar tíðinda. Gert grein fyrir umhverfisáhrifum breytingarinnar samanber grein 5.4.1 í skipulagsreglugerð. Samkvæmt 1. málsgrein 42. grein af skipulagslaga skal bæjarstjórn taka athugasemdir skipulagsstofnunar til umræðu. Fyrir liggur umhverfisskýrsla Arkís dagsett 9.7.2024 þar sem gerði grein fyrir og lagt mat á umhverfisáhrif deiliskipulags. Tekið hefur verið tillit til athugasemda skipulagsstofnunar varðandi umhverfisáhrif breytingartillögu. Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillögu að deiliskipulag auk umhverfisskýrslu í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna og feli skipulagsfulltrúa í framhaldinu að senda skipulagsstofnun tillöguna ásamt umhverfisskýrslu til afgreiðslu í samræmi við 42. grein skipulagslaga og auglýsa niðurstöðu bæjarstjórnar samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar sömu laga. Og hér eru 3 fylgiskjöl með þessu máli og ég opna fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, við biðjum orðið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, hérna er tillaga sem við samþykktum fyrr í rauninni sumar og þarna var semst farið til skipulagsstofnunar bara til loka yfirferðar og þeir vildu í rauninni að við myndum vinna semst þetta mat á umhverfisskýrslu eins og hérna fylgigagniði með og Arkís unnu hana, bara hinn fínasta skýrsla og kannski svona rétt til að grípa í loka orðin á henni, og ég ætla ekki að lesa henni í heild sinni, þetta er fylgigagn sem við vonandi það hefur kíkt á, að þegar á heildinni litið er áætlað að deiliskipulagið sé í samræmi við markmið landsskipulagsstefnu þéttingu byggðar og blandað atvinnustarfsemi í tengslu við íbúðabyggð sem stuðlar að auknum lífsgæðum og sjálfbærni. Deiliskipulagið er einnig í samræmi með áherslur og stefnu aðalskipulags Árborgar sem og aðrar opinberar áætlanir, lög og reglugerðir. Talið er að framfylgd deiliskipulags hafi óveruleg eða frekar jákvæð umhverfisáhrif. Eðlilega höfum við örugglega okkar mismunandi skoðanir á því öllu saman, en það er engar aðrar breytingar á deiliskipulaginu sem slíku frá því sem bæjarstjórn var búin að samþykkja áður. Það er rauninni bara verið að vinna þessa skýrslu til nánari útskýringar og þá erum við rauninni bara staðfesta að þetta fari til skipulagsstofnunar. Við svörum með skýrslunni og þá ætti hún að hljóta endanlega afgreiðslu og í framhaldinu geti sveitarfélagið bæði í rauninni verið komið með gildandi deiliskipulag til að stækka leikskólan og í rauninni boðið út verslunar og þjónustu lóð. En heilt yfir, maður lýsir bara sinni skoðun, bara vel og flott deiliskipulag sem bætir aðgengi í kring fyrir gangandi og hjólandi og vonandi að verði bara fínasta hverfisverslun eða önnur þjónusta sem nýtist nærsamfélagi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru einhverju sem vilja tjá sig? Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, við biðjum orðið. Herra forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, tek undir með Braga, þessi umhverfisskýrsla er bara mjög jákvæð og kemur vel út gagnvart þessari þörfu framkvæmd sem þarna er fyrirhuguð. En ég velti fyrir mér af hverju var farið fór skipulagsstofnun fram á að þessi umhverfisskýrsla er í gerð, því að þetta er nú ekki vanalegt þegar er verið að breyta svona deiliskipulagi eða uppfæra. Sérstaklega á svona litlum reit líka. Takk.
Takk fyrir þetta Sigurjón Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Já, forseti bæjarfulltrúar tilnefndur. Já, Skipulagsstofnun fór semst fram á, ég get ekki svarað akkurat ástæðuna fyrir því, kannski er það bara breytt vinnulega á Skipulagsstofnun fyrir hérna svona reyti, en semst þegar við erum búin að samþykkja hana og Skipulagsfulltrúi sendir hann inn, þá fáum við beiðni frá Skipulagsstofnun að þetta sé unnið og það var þá gert í framhaldinu og tekið fyrir í Skipulagsnefnd og þá núna í bæjarstjórn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Bragi, eru fleiri sem vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég ætlaði nú að spyrja það sama, ég hef nú ekki séð svona áður, þannig að mér finnst þetta áhugavert að þessi skýrsla sem að er komin hérna fram og liggur hér sem gagn í þessu máli á fundinum. Nú hefur þessi lóð, hún hefur tvisvar sinnum verið úthlutað sko, frá því að ég man allavega eftir í minni tíð og og það hefur nú svona verið deilt að það voru gerðar mikla kröfur að það er greitt fyrir þessa lóð áður en lá fyrir rauninni hvert nýtingarhlutfalli væri á henni og hvert byggingamagn væri. Þannig að það var tekin ákvörðun að fara í deiliskipulag á lóðina, að sveitarfélagið ætlaði að fara út í að deiliskipulag á lóðina. En og nú er það skipulag komið, þá var nú reyndar voru mótmæli við hæð byggingarinnar sem voru réttmætt og byggingin var lækkuð og þessu var breytt sem var til batnaðar. Þannig að ég bara velti fyrir mér eins og staðan er núna að þannig að nú verður í raun þetta auglýst aftur og með eðlilegum fresti, þannig að í kjölfarið á því ef það kom ekki fram fleiri athugasemdir að þá ætti að vera þetta aftur í þriðja skipti að auglýsa lóðina allt þetta þrennt er. Þannig að en þetta er mér minnir að hafa nú verið Sigurjón sem vildi nú að hún væri auglýst, varst það ekki þú sem lagði til daginn þegar þau auglýst aftur eftir að breytingin var gerð. Þannig að það er svo sem bara vel að þetta fari aftur í auglýsingu, þannig að fólk getur kynnt sér þetta mál vel, en þetta er bara svona áhugavert hvernig svona málefni svona lóða getur verið. Takk. Takk fyrir þetta. Arna, eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessu samþykk vinsamlegast gefi merki. Einhver á móti? Það er samþykkt með 5 atkvæðum D-lista, 1 atkvæði A-lista, 2 atkvæðum S-lista og 2 atkvæðum B-lista og Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista situr hjá. Þá er komið að 6. lið á dagskrá fundarins. Vesturbær, þróunarreitur, verslunar, þjónustu og íbúðabyggðar. Tillaga frá 32. fundi skipulagsnefndar frá 14. ágúst síðastliðinn liður 7. Undra og VSO ráðgjöf leggja fram skipulagsbreytingu fyrir miðsvæði M7 á Selfossi. Skipulagssvæðið 5,5 hektarar er hluti af stærra þróunarsvæði meðfram Eyravegi fyrir blandaða byggð, íbúða og þjónustu. Heildarsvæði gæti orðið 11 hektarar að stærð. Í fyrsta áfanga reitir AF eru áform að leggja inn breyting á deiliskipulagi fyrir svæði sem afmarkast af Fosseiði að Lágheiði og Eyravegi að Gagnheiði innan miðsvæðis M7 og frá Fosseiði að Gagnheiði nr. 9 sunnanmegin við Gagnheiði og íbúðasvæði IB20. Heildarsvæði afmarkast af Eyravegi, Fosseiði og austanverðu að Heimahaga og Úthaga til suðvesturs mót Fossvegi. Á reitum AJ er áætlað að íbúafjöldi geti orðið 1450 að íbúðafjöldi, ekki íbúa, íbúðafjöldi geti orðið 1450 til 1850 íbúðir, auk 11.000 fermetra undir verslunar og þjónustu á jarðhæðum.
Skipulagsnefnd samþykkir skipulagslýsingu vegna breytingartillögu með vísan til 43. greinar og 3. málsgreinar 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og til samræmis við grein 524 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 og samþykkir að lýsing verði kynnt almenningi og öðrum hagsmunaaðilum og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að samþykkja tillöguna til samræmis við ofangreindar tilvísanir. Skipulagsfulltrúa verði síðan falið að leita umsagnar Skipulagsstofnunar auk annara umsagnar aðila. Og hér skipulagslýsingin í fylgiskjali, en ég opna fyrir mælendaskrá, einhverju vilja tjá sig og það Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista sem beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, þetta eru verulega metnaðarfullt verkefni að ræða og auðvitað bara spennandi til framtíðar í ljósi svona þéttingarbyggðar og þeirra breytingar sem bara verður á í rauninni Selfoss þegar að við erum að stækka og svona þessi rótgrónu gömlu iðnaðarsvæði eða fara að breytast í íbúðabyggð og verða í rauninni bara miðsvæði til framtíðar. Þannig eru, ég segi, stóruða framkvæmdir, hérna erum að ræða skipulagslýsingu þar sem við erum þetta svona, þar sem menn eru ámálga svolítið hvernig menn sjá þetta fyrir sér og í framhaldinu ef hún er samþykkt og fyrir ferli þá getur komið deiliskipulag annarkvort fyrir allt svæði eða þá hluta af reitunum eins og svona kannski fyrir liggur í þessum framkvæmdum því að það eru margir eigendur að þessu lóðum þó að bæjarstjórn fyrir í vetur eða í lok síðasta árs hafi gefið leyfi fyrir því að hluti af þessum eigendum og sinn kostnað mættu koma með tillögu af þessu stærra svæði sem þeir eru þá að gera með þessari skipulagslýsingu sem í fyrsti fasi. Og tengist þetta auðvitað inn í þá umræðu sem við áttum hérna áðan gagnvart Eyraveginu því þetta er akkurat hinum megin við götuna við Eyraveg 40-20-44 og hefur verulega áhrif á umferðarflæði gagnvart Eyravegi og Fossið og bara fleiri stútum því að ef við horfum á svona 14 til 1800 íbúðir, þetta eru 4.500 til 5.000 íbúðar svona pluss mínus ef það myndi ef það eru 2 til 3 í hverju íbúð svona sem er svona alla jafna það sem við miðum við þó það getur við mismunandi milli svæða en ég segi, spennandi verkefni við erum búin að eiga nokkra og bæjarstjórn hefur fengið kynningu á svona heildarverkefni hvernig þeir hafa hort á þetta og áhrif þess á Selfoss og nær samfélagið í kring mjög náið samstarf verið með þeim þetta í rauninni og hvernig þannig að þeir eru að ramma skipulagslýsinguna inn í rauninni aðalskipulagið hjá okkur þannig að þetta er að falla þar undir en fullt af þáttum sem er eftir auðvitað að vinna í þegar verður farið að skoða svo deiliskipulag hvert svæði þegar við erum að tala þennan fjölda íbúða líka þá þurfum við að vega og meta hvað þjónustu þarf inn á þessum reit mögulega þarf að vera til dæmis inn á þessum reit leikskóli eða þyrftum við hvernig passar þetta inn í grunnskólaflæðið hjá okkur líka það er alls konar svona þjónustu þætti sem við þurfum að huga að þegar við erum að tala svona gríðarlegt íbúðamagn á þéttum reit inn í miðju Selfoss þannig að það eru mörg skref eftir þangað til þetta verður að veruleika en virkilega spennandi sem og umferðarflæði og annað en ég segi áhugaverð tenging og það er myndir sem fylgja með lýsingunni þar sem er skemmtileg nálgun að kirkjuveginum og inn á svokallaðan rómatíska stíg sem við þekkjum kannski sem búum hérna og einhverjir á hlaupi að þetta getur verið greinlega búið að hugsa þetta svolítið vel og þetta getur verið mjög spennandi svæði að mínu mati en læt þetta duga í bili. Takk. Takk fyrir þetta Bragi Bjarnason, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, við beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Já, þetta er stórhugaverkefni eins og virðist einkenna okkar svæði, Árborgarsvæði, að við erum með stórhuga fólk allt kring. Og ég er bara gríðarlega ánægð með að sjá þessar teikningar og það eru aðeins breyttar frá því sem við sáum fyrst og við rauninni fagna þessu verkefni því ég held að þarna sé að koma viðbót við það sem við höfum áður verið með. Þarna verði íbúðir sem að alveg nýr hópur mun mögulega sækja í. En það sem ég er mest ánægð með er náttúrulega við sem búin að setja á byggingaréttargjald sem að mun taka á öllum viðbótar umfram byggingamagni á þá reiti sem þarna eru
og ætti að skila sveitafélaginu gríðarlegum tekjum eins og bara reiturinn Eyrarvegur 40 og 24 mun gera líka. Þannig að það er alveg viðbúið sveitafélagi sem að vaxa svona hratt að svæði eins og iðnaðarsvæðið sem að hefur verið núna iðnaðarsvæði í áratugi sé allt í einu komið inn í miðjan bæ og ég tel það vel og er ánægð með það að sjá að þeir hafa tekið á öllu svæðinu, í deiliskipulagt allt. Það felur í sér jákvæða hlið og neikvæða. Auðvitað jákvæða fyrir okkur sveitafélagi þá verður að horfa á þetta heildstætt. Neikvæða kannski fyrir þá og því liti til að þá hækkar allt verð á öllu sem að þarna í kring. Og þannig að þetta svona, en mín trú svo að fyrir íbúa sveitafélagsins sé alltaf jákvætt þegar það tekið heildstæð sín á svona reit. Og ég fagna þessu og verð aldrei sem fyrr ánægð með það að við séum búin að setja byggingarréttargjald á, því að það mun skila okkur gríðarlega miklu fjármunum og eins og ég segi aftur á Eyrarvegi 42-44. Þannig að meðan þetta allt unnið í samvinnu og sátt við sveitafélagið og okkar skipulagsfulltrúa og þá ætti þetta bara geta verið og ég tel að verður bara ný viðbót og eykur fjölbreytni búsetu á okkar svæði. Takk. Takk fyrir þetta Fjóla Steindóra. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, hefur beðið orðið. Já, forseti, tek undir bæði með bara á Fjólu og það er náttúrulega stórt og metnaðarfullt verkefni og eins og Fjóla kom inn á er þetta svolítið ný nálgun hjá okkur, kannski eitthvað sem við höfum líka verið að kalla eftir að fá svona, þessa típur af íbúðum eða þannig. Mér langar samt að flagga einu, bara ég kom svo sem kannski aðeins inn á, það er að þetta eru 1450 til 1850 íbúðir. Þegar við höfum verið að vinna eins og varandi heita vatn og allt það, þá höfum við að horfa á að það hefur verið svona 2,6 til 2,7 íbúar í íbúð. Ef við myndum reikna það í þessa íbúartölu, þá væri, ef við erum með 1450 íbúðir, þá eru 4000 íbúar. 1850 íbúðir, þá erum við 5000 íbúa. Á Selfossi eru rétt yfir 10.000 íbúðir í dag. Ef við værum að koma þarna væri bara að koma venjulegt fólk eins og býr hér í okkar bænum í dag, þá værum við að tala um 1,5 grunnskóla og 3 leikskóla. Og það sem ég er að flagga er hvar á þetta fólk að fara í leikskóla og grunnskóla. Þurfum við kannski að gera eitthvað kröfu akkurat lausnir hérna innan þessa svæðis eitthvað, það er ekki verið að þessi börn eru ekki að fara bara í skólakörfu, í vallarskóla eða stekkjarskóla og ekki að vera að fara að breyta, En ég vildi bara flagga þessu út af þetta er mjög stórt út af, ég veit að þetta stingur marga sem voru kannski að kynna þessu gögnum fyrir fundin, að sjá þessa íbúatölu, en bara svo við gerum okkur grein fyrir hvað við erum að tala mikið ef að verður, kann fá mikið af fólki til okkar við þetta. En við verðum að hugsa akkurat hvar getum við veitt þjónustu og auðvitað rétt byggingarréttargjaldi er komið á þannig að við getum verið að bregðast við til að byggja upp innviði en samt sem áður þeir verða samt að vera nálægt íbúanum. Við getum ekki út af þetta kannski aðeins breytt, það er ekki verið að taka bara og stækka bæinn, heldur við verið að breyta lögunum bænum, þétta, taka út þarna iðnaðarhverfi sem maður vissi að einhvern tíma myndi náttúrulega gerast en maður bjóst kannski ekki til við að myndi gerast svona hratt og okkur að vera að koma hugmyndir en mjög stóra og metnaðarfullar hugmyndir sem eru gaman að fylgjast með og vinna áfram. Takk. Takk fyrir það, Sveinn Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, beðið orðið. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, þetta er sannarlega til ákveðna bjartsýni og eftirvæntingar. Ég verð að viðurkenna þegar við ákváðum að breyta þessu í deiliskipulaginu núna í vinnunni á síðasta kjörtímabili fyrir nýtt aðalskipulag fyrir sveitarfélag Árborg, að breyta þessu iðnaðarhverfi þróunarsvæði með tilliti til þess að það myndi breytast í íbúðasvæði, að þá var maður að horfa á þetta til svona 20 til 50 ára kannski
og meiri svo jafnvel svona kannski þótti sumum þetta vera svolítið bratt farið, tekið þarna stórt svæði undir og svo framvegis, en manni grunaði nú ekki að það nánast daginn eftir yrði mætt hérna með skipulagslýsingu upp á íbúðabyggð fyrir 4.000-5.000 manns. Það er bara eins og einhver að fara að flytja Vestmannaeyjar hingað. En eins og seinna er beinti réttilega á þá þýðir þetta sjálfsögðu það að það þurfa að fylgja miklir innviðir og eins og við höfum rætt hérna nú að nánast í allan dag skipulagsmál að og er að vega það er komið að því að það þarf að gjörbreyta ásýnd og virkni Eyrarvegar og það er ekki bara okkar forræði, það er Vegagerðin sem er veghaldari og ég hef svo sem haft nokkuð sem orðað í svona óformlega en ég tel að það sé löngu orðið tímabært að hér sé starfandi starfshópur sveitarfélagsins Árborgar og Vegagerðarinnar sem að funda reglulega vegna allra þessa verkefna sem eru framundan, eru í farvatninu, eru í undirbúningi, eru nú þegar í vinnslu. Það er, hvort sem að fólki líkar að betur eða verð, þá er þetta bara eitt heitasta svæði landsins og fólk vill koma hingað, verktakar elska að byggja þetta og við þurfum bara að vera á tánum og við getum ekki alltaf verið eftir á. Sá tími liðinn og varandi þetta stóra metnaðarfulla verkefni sem ég er mjög hrifinn af og tel að gæti orðið svona kannski sýnidæmi það hvernig á að breyta bæ í borg að þá eigum við að nýta tækifærið, við eigum að búa til flotta umgjörð, við eigum jafnvel að fá erlenda ráðgjafa með innlendur ráðgjöfum, við eigum að gera svolítið úr þessu. Við eigum að nýta tækifærið til þess að auglýsa okkur í leiðinni, til þess að sýna kannski að það er hægt að gera svona hluti á Íslandi. Það er hægt að gera svona stóra flotta hluti ekki bara í Reykjavík, heldur líka á svona stað eins og Selfoss eða Árborg og út í það farið. Því að tækifærin hér eru vissulega til staðar og ekki bara Selfossi en það er umræða sem kannski við tökum aðeins seinna. Já, takk fyrir þetta Sigurjón Vídalín. Við erum að ræða hér 7. mál á dagskrá fundarins. Vesturbær þróunarreitur, verslunar, þjónustu og íbúðabyggðar. Eru fleiri sem hafa í hyggju að tjá sig hér? Ef svo er ekki, að þá ber ég þetta mál upp til atkvæða og það er nú verið að leita umsagnar og annars slíkt eins og kemur hér fram í texta sem ég ætla ekki að lesa að nýju, las hér í byrjun að við erum að veita heimild til þess og þeir sem eru því samþykk vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 7. máli á dagskrá fundarins aðalskipulag Árborgar 2020 til 2036, breytingar 2 á ASK 24. Tillaga frá 32. fundi skipulagsnefndar frá 14. ágúst síðastliðinn liður nr. 6. Tillaga aðalskipulagsbreytingar Árborgar 2020 til 2036, breytingar 2 eftir kynningu sem fór fram 17. júlí 2024 til 8. ágúst 2024, engar athugasemdir bárust á kynningartíma. Ein umsögn barst frá Isavia á kynningartíma sem fjallar hindranasvæði flugvallarins. Er að ræða breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins Árborgar 20 til 36 á Selfossi. Austur-vestur flugbrautin á Selfossflugvelli er stytt og hún sé aðeins á landi í eigu sveitarfélagsins Árborgar en ekki á landi í einkaeigu. Sömuleiðis er opna svæðið OP1 minnkað og verður aðeins á landi í eigu sveitarfélagsins. Þéttbýlismörkur Selfoss er breytt til samræmis. Landbúnaðarland L2 er stækkað yfir það svæði sem var opið svæði og flugvöllur. Breytingar eru eftirfarandi. Númer 1. Selfossflugvöllur, Vesturbraut flugvallarins er stytt, tekin er út sá hluti hennar sem er á landi í einkaeigu, hindranaflötum er breytt til samræmis. 2. Opið svæðið, OP1 er minnkað norðan Selfossflugvallar og verður aðeins á landi í eigu sveitarfélagsins.
3. Landbúnaðarsvæði L2 er stækkað yfir það svæði sem var opið svæði og flugvöllur. 4. Þéttbýlismörkum Selfoss er breytt og aðlöguð að breyttri afmörkun Selfossflugvallar og opins svæðis. 5. Kjallarar á Selfossi. Heimilt verður að vera með bílakjallar á Selfossi og gildir það líkum flóðasvæði, en kjallarar á slíkum svæðum skulu uppfylla tiltekin skilyrði. 6. Lóðin Austurvegur 20 á Selfossi verður allt miðsvæði. Í dag er helmingur hennar samfélagsþjónusta. Að öðru leyti en því sem hér er greint frá gilda skilmálar eldra aðalskipulags með síðari breytingum. Gerð er breyting á greinargerð og uppdráttum, gildandi og breyttur aðalskipulags uppdráttum fyrir Selfoss í mælikvarðanum 1/10.000 ásamt bókun fundarins er að Isavia hafi í umsögn sinni dagsett 24.7.2024 bent á að hindrunarfletir séu takmarkaðir og byggð séu á nálægt flugvelli. Skipulagsnefnd bendir á að hindrunarsvæði er sýnt á gildandi og breyttum uppdrætti og í greinargerð tekið fram að það sé ekki nákvæmlega útfært, en við gerð deiliskipulags skuli það skoðað betur og afmarka nákvæmar. Þetta er einnig tekið fram í skilmálum fyrir atvinnusvæði og íbúðabyggð í nágrenni flugvallarins. Nefndin telur að athugasemd Isavia kalli ekki á breytingar á tillögunni sjálfri. Skipulagsnefnd samþykkir tillögu að breytingu á aðalskipulagi Árborgar 2020 til 2036 í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og að tillagan verði auglýst í samræmi við 31. grein sömu laga og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að samþykkja breytingatillöguna til auglýsingar í samræmi við ofangreinda tilvísanir í skipulagslögum. Skipulagsfulltrúa verði síðan falið að senda skipulagstillögun til athugunar áður en tillagan verður auglýst. Og hér eru 3 fylgiskjöl fylgjandi og ég opna fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D í stað beðið um orð. Já, forseti bæjarfulltrúar eru tilnefndur. Þarna er önnur aðalskipulagn sem í eðli sínu því að það sumt gekk hægar í tillögu eða breytingum 1 og hraðari breytingum 2 því að það var talið að þessu var skipt upp að við erum komin lengra með þá tillögu en það má segja að þessi hefði náð hinni þess vegna erum við að taka það fyrir á sama fundi í staðinn fyrir að hafa þetta bara allt í einum pakka. En svona rétt til þess að það var nú úr kannski úr þessu, en svona rétt til að fara nánar yfir, það kom í rauninni fyrir ári síðan eða svo athugasemd frá landi að þetta varðandi breytingar á aðalskipulaginu og hvernig flugvöllurinn var þessi vesturbraut í rauninni og eftir samráð með flugklúbbnum og öðrum þá var í rauninni bara lagt til í rauninni að stytta þá braut og setja hana þá bara inn á svæði sveitafélagsins og þar að leiðandi er aðeins tilfærslu sem verða til með það með opið svæði og þéttbýlismörkin og svo landbúnaðarsvæði. Það eru semst liður þá eiginlega 1-4 sem tengjast í rauninni þeirri aðgerð. Enga breytingar verða náttúrulega norður-suður sem er aðalbrautin og það er í rauninni einmitt í samræmi við, vildum verið í samstarfi við flugklúbbina aðeins varðandi þetta, þannig að það væri ekki verið að ganga á mögulega notkun þannig lagað. Mál nr. 5, kjallarar á Selfossi, það sem heimilt er að vera með bílakjallara á Selfossi og það gildir líka flóðasvæði, en kjallarar skulu semst uppfylla tiltekið skilyrði. Þetta var ákvæði sem var búið að samþykkja setja inn í aðalskipulagið á lokametrunum en láðist að setja það inn semst af þáverandi skipulagsfulltrúa sem fór yfir það með okkur og því er það sett inn þá núna í þessum breytingum. Lóðin síðan Austurvegi 20 hefur náttúrulega skipt eigendur frá því uppi og þetta var í rauninni samfélagsþjónusta, einhverju sem voru þarna mögulega í kennslustofum sem voru þarna á lóðinni, þar af leiðandi var hún að hluta til samfélagsþjónusta og það er þá verið að breyta því öllu í miðsvæði fyrir þá að lóðin sé orðin heildstæð þar. Það kemur þarna ábending frá Isavia sem í rauninni er farið yfir og hún er í rauninni ekki talin, það er ekki talin í rauninni þörf af því að þetta kemur fram á í rauninni uppdrættunum, þetta hindrunarsvæði og annað og það verður síðan nánar náttúrulega tekið á þessu í deiliskipulagi þegar það verður unnið og það er tekið á þessu líka gagnvart þeim atvinnurekstri sem er í kring að það sé tekið grein til þess að það er flugvöllur þarna í nátt og það er ákveðnar hæðatakmarkanir þar leiðandi á byggingum og öðru en þess vegna þurfum við ekki í rauninni að breyta tillögunni af því að það er búið að þetta verður útfært nánar en til þess að við gerum þetta okkar þá er allavega tillaga
að bókun í því, svo tökum við hana til umræðu eins og við höfum verið að gera hér í dag og aðlögum ef þarf. Að Isavia hefur í umsögn sinni dagsett 24.7.2024 bent á að hindrunarfæti séu takmarkaðir og byggð séu á nálægt flugvelli. Bæjarstjórn Árborgar bendir á að hindrunarfæti sýnt á þessum gildandi og breyttum uppdrætti sem fylgir ykkur með og í greinagerð síðan tekið fram að það sé ekki nákvæmlega útfært en við gerð deiliskipulags skuli það skoða betur og afmarkað frekar. Þetta einnig tekið fram í skilmálum fyrir atvinnusvæði og íbúðabyggð í nágrenni flugvallarins. Bæjarstjórn telur að athugasemdum Isavia kalli ekki á breytingar á tillögun og síðan hefðbundin niðurlaga Bæjarstjórn Árborgar samþykki tillögu að breytingum á aðalskipulagi með vísan í 36. grein og til samræmis við 3. málsgrein skipulagslaga og til hann verði auglýst og í samræmi við 31. grein sömu laga og skipulagsfulltrúa þar af leiðandi líka falið að senda skipulagstillöguna til athugunar hjá Skipulagsstofnun áður en hún auglýst. Þannig að við fáum þá athugasemdir frá Skipulagsstofnun ef einhverjar eru. Síðan fer þetta til umsagnar hjá öllum tilbærum aðilum því að þetta náttúrulega langt og mikið ferli og heilmikið sem þarf að skoða eins og við þekkjum bara í öðru. Þannig að þar undir Minjastofnun, Veðurstofa, menn eru með þarna flóðasvæði, náttúruvæðar, ýmislegt sem getur þurft að vinna í þessu ferli áður en að það kemur síðan til samþykktar í bæjarstjórn aftur. Þannig að þá hún auglýst og öllum gefst þar að leiðandi líka til möguleiki á að koma með sínar athugasemdir. En þetta svona tillagan að því þannig að við séum að taka þessum að svara í rauninni ábendingu Isavia en leið síðan að setja þessa tillögu í auglýsingu þannig að við getum kallað eftir þessum athugasemdum eða vinna þar skýrslur eða annað eins og kemur frá Skipulagsstofnun með umhverfisskýrsluna sem við ræddum að það þá inni í þessu ferli. Takk fyrir. Takk fyrir það, Bragi. Það ennþá opið fyrir mælendaskrá. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar, það er tilheyrendur. Það er svona tvennt sem að mig langar að ræða og það er varðandi fyrst flugvöllin. Ég er rauninni bara að harma þessa breytingu, með þetta miður að við skulum ekki berjast fyrir flugvöllinum okkar í óbreyttri mynd. Gerum mig grein fyrir því að hluti af landinu var í eigu annar aðila. Ég tel að við höfum átt að berjast aðeins fyrir því að reyna að halda því óbreyttu og hef þá skoðun og hún þarf ekki að endurspegla skoðun þjóðarinnar að þarna eigi að vera flugvöllur til framtíðar og við höfum að standa vörð hann eins og annað í sveitarfélaginu sem að gefur okkur þessa sérstöðu að þarna hefur verið eins og bara með golfið og hestamennskuna mjög öflugur klúbbur og öflugir aðilar og sem að hafa verið stóri að hinga til og ég held að það hefði farið betur á því að við höfum átt að standa vörðum þar inn að halda þessu breyttu. Varandi íbúðabyggðina hann í nálægð þá er ég líka þeirra skoðunar sem þarf ekki endur spegla þjóðarinnar að þegar þú flytur þarna í nálægð við flugvöllin, vitandi það að flugvöllin er þarna, að þá er voða erfitt að mínu viti að vera kvart ef því eftir á. Það er ekki mikil umferð þarna og ég held að gæti verið meiri starfsemi þarna og ég tel að þetta sé bara eitt af því sem gefur okkar sveitarfélagi sjarma eins og ég segi bara hestamennskuna og golfið. Þannig að það er bara mín skoðun og mér finnst þetta miður. Svo langar mér bara að spyrja þess út í varandi kjallarana. Er búið að gangi skuggum það, nú er ég búin að lesa þetta og brenta þetta út ágæta skýrslu sem var gerð af Eflu verkfræðistofu og Sindra Ólafs er á netinu. Mér langaði bara að vita hvar stendur sveitarfélagi gagnvart tjóni ef að kæmi flóð bara af stærri gerðinni og færi þarna yfir og yrði mikið tjón þar sem er búið að leyfa þessa kjallara. Ég veit að það hefur þurft að gera breytingar á fjölbýlishúsum sem eru með kjallara þar sem hefur flætt inn þegar að það er á sumum þessum svæðum er alveg vita mál að það mun þegar verður að fara að byggja
þá mun verða það er hætta á því að verði erfitt að eiga við grunastöðuna. En mér langar bara að vita, hvernig stendur sveitarfélagið gagnvart bara ábyrgðum á því ef að verður tjón eða stórtjón, er ekki alveg öruggt að með þessum skilyrðingum sem er verið að setja þarna inn, sem eru bara ágætar, að þá sé sveitarfélagið ekki bótaskylt. Því að það er það eina sem að mér finnst skipta máli fyrir okkur sem eru kjörnir fulltrúar, að gæta að því að við séum ekki að setja sveitarfélagið þá stöðu að verða bótaskylt eða þurfa að bera eitthvað tjón af því sem að gæti gerst, hvort sem það er af bara opnum svæðum eða kjöllurum eða einhverju sem gæti hlotið gæti bara farið illa og þurft að bæta. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra, og þá er Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista beðið orðið. Já, forseti bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Jú, af því sem við höfum sagt, með því að setja í rauninni þessa skilmála og þetta fari í gegnum allt þetta ferli og fyrireðlilega til umsagnar hjá líka öllum þeim aðilum sem við þurfum að fá umsagnar í þessu ferli, sem dæmi Veðurstofan sem fer með vatnprufa og annað, að þá á þetta að gera fyrir í rauninni þá ábyrgð sem er. Og þetta þegar við horfum síðan, höfum að tala um 40 ár fram í tíman eða 50, þegar við þekkjum það mjög vel á þessu svæði sem tölum við náttúruvá gagnvart til með sprungum, að það er unnið náttúrulega mjög mikið af því öðrunni og náið þannig og þekkjum það framkvæmdægilega, þekkja það mjög vel að byggja yfir því, þannig að það geta allt farið að hristast inn að setja í dag, við vitum það ekkert en sama gildur flóð og þess vegna er alltaf líka og var í rauninni upphafi alltaf talað bara í rauninni bílakjallara líka, þannig að það er komið fram en af því sem við erum búin að fá þá með því að gera þetta svona inn í, þá er ábyrgð sveitarfélagsins að standa eða ekki að vera ef eitthvað verður, þannig að ef eitthvað gerist eftir 40 ár þegar við erum öll, þá vona ég að það standi sannarlega þá líka eins og það á að gera í dag. Takk. Takk fyrir þetta, Bragi Bjarnason, og þá er Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista beðið orðið. Já, takk fyrir herra forseti. Ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég hef verið að taka undir með Fjólu varðandi flugvöllinn. Ég átta mig ekki alveg á þessu. Í aðalskipulagsvinnunni á síðasta kjörtímabili þá var akkurat lögð mikil áhersla á meðal annars þessa breytingu þarna til vesturs. Að hluta til vegna viðræðna við flugklúbbinn annars vegar og hins vegar við Isavia. Það sem að Isavia hafi og hefur, eftir sem ég best veit, áhuga á því að flytja einhvað af þeirri starfsemi sem nú var á Reykjavíkurflugvelli hingað á Selfossflugvöll. Þá hefur sérstaklega verið horft til ferðaþjónustu og kennsluflugs. Ég held að við verðum átt okkur á einu varðandi Selfossflugvöll og annarkvort erum við með Selfossflugvöll og nýtum hann sem slíkan eða ekki. Við getum ekki, höfum ekki efni á því að vera bara með þetta næstu því í aðra okkur áttina. Annarkvort er starfsemi og við höfum einhverja tekjur af þessu flugvallarsvæði eða við bara leggjum það niður. Þetta að vera svona að reyna að fara bil einhverja beggja, sveitarfélagið er bara að tapa allan ríkin á því. Það er ekki að þóknast neinum. Við verðum að taka ákvörðun um það hvað við ætlum að gera við þennan flugvöll. Og ef það er möguleiki á því að efla hann þannig að hér verði hugsanlega öflug flugtengd starfsemi sem að hefði þá í för með sér hærra atvinnustig og fjölbreyttari störf og alls konar afleidd starfsemi sem að því fylgir að vera með öflugan flugvöll, þá finnst mér það bara ábyrgðarlaust að bæjarstjórn að reyna ekki að grípa þann bolta. Þannig að ég verð að lýsa mig mótfallin þessari breytingu á aðalskipulags, þessari tillögu að breytingu á aðalskipulagi og bara hvet
bæjarfulltrúa til þess að hugsa þetta mál aðeins lengra. Því að þetta skiptir máli, þetta er sérstætt rétt hjá bæjarfulltrúa Fjólu. Það er ákveðin sérstæða að vera með flugvöll á þessum stað og fullt af tækifærum sem að fylgja geta fylgt í kjölfarið og munu fylgja í kjölfarið. En auðvitað eru líka einhver óþægindari. Við vitum það alveg að það getur kannski verið hvimleitt eða þreytandi að búa í nálægð við flugvöll þar sem er mikil umferð eða starfsemi. En bara svo ég kannski endi á því og skilji kannski umræðan eftir á þeim stað að eftir því sem að mér skilst á þeim sem að eru einmitt framalega í flugklúbbnum og þeir sem hafa eitthvað vit á flugi og þróun á flugi inn í framtíðina, þá eru rafmagnsflugvélar og þyrlur og bara flygildi, það er framtíðin, það er á leiðinni inn og allt sem er knúað mótor er á leiðinni út. Þannig að þessi hávaðamengun sem að kannski einhver hafa áhyggjur af í dag og hefur oft verið á milli tannanna á fólki varðandi Reykjavíkurflugvöll, það segja mér menn fróðari að flugvélar að það sé á útleið. Þannig að ég held að við ættum að skoða þetta mál alvarlega. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá eins og segir hér í niðurlagi þessa máls, þar sem skipulagsnefnd samþykkir tillögu breytingu á aðalskipulagi Árborgar 20-36 í samræmi við 3. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123 að tillagan verði auglýst í samræmi við 31. grein sömu laga og mælist til við bæjarstjórn að samþykkja breytingatillögu til auglýsingar í samræmi við ofangreindar tilvísanir í skipulagslögum. Og þannig skipulagsfulltrúa síðan falið að senda skipulagstillögum til athugunar áður en tillagan verður auglýst. Þannig að það er einhver ferill þarna eftir, en ég ætla þá að bera þetta upp til atkvæða, hvort að bæjarstjórn heimili það að halda áfram með málið í kynningu og auglýsingu. Þau sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Þau sem eru á móti, það er samþykkt með 5 atkvæðum D-lista, 1 atkvæði A-lista. Hjá sátu bæjarfulltrúar B-lista og á móti greiddu Fjóla fyrir D-lista og 2 bæjarfulltrúar S-lista. Þá er komið að kosningu. 8. máli var dagskrá fundarins sem er kosningu í embætti og nefndir 2022-26. Fulltrúi sveitarfélagsins Árborgar og aðalfund Sambands Suðurlenskra sveitarfélaga, HSL og Bergrisans, þar sem íbúar Árborgar eru komnir yfir 12.000. Þá fjölgar fulltrúunum og hér er lagt til að Ari Björn Thorarensen verði aðalmaður og að Viðar Arason og Olga Bjarnadóttir verði varamenn. Einhver sem vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-listan. Forseti, ég velti fyrir mér, ég hef ekki séð útreikningana samkvæmt Duhon. Er þetta örugglega fulltrúin á hann að koma þessar átt eða? Er búið að reikna þetta út, hárrétt? Já, það hefur verið gott að sjá útreikningana. Nei, en ég væri til í að sjá útreikningana. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Forseti leggur til örstutt fundarhlé og Þórdís ætlar að kalla fram regluna góðu, fína hvernig hún virkar. Örstutt hlé.
Þá höldum við áfram 43. bæjarstjórnarfundi bæjarstjórnar Árborgar sem er haldinn hér í Grænumörk 5 á Selfossi þann 21. ágúst 2024. Og við vorum hér að ræða mál númer 8 sem var kosning í embætti og nefndir 2022-26. 15. fulltrúi sveitarfélagsins Árborgar og aðalfundi SAS, HSL og Bergrisans þar sem íbúar Árborgar, sveitarfélagsins Árborgar eru komnir yfir 12.000. Þá fjölgar þarna fulltrúum, einn fulltrúa og hér er lagt til að Ari Björn Thor Arensen verði aðalmaður og að Viðar Arason og Olga Bjarnadóttir verði varamenn. Ég ber þetta þá upp til atkvæði sem eru þessum tillögum samþykkt vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða og þá göngum við til 9. liðar á dagskrá fundarins bæjarráð 93. fundur haldinn 27. júní og við erum semst að leggja hér fram fundargerðir til kynningar og umræðina. Er einhverjum sem vilja tjá sig þennan lið? Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, biður orðið. Forseti bæjarfulltrúar tilnefndur, bara örstuð kannski að fagna hlið 3 þar sem bæjarráð samþykkti verkfall stuðningu börn með fatlanir í frístundastarfi, svona tilraunaverkefni sem var frá 1. júlí í sumar og til loka sumars á næsta ári, eins árs verkefni. En það er hluti sem þáttöku sveitarfélags í verkefni allir með og gengur út á að fjölga tækifærum fyrir fötluð börn í frístundum. Bara jákvætt að við séum að taka þátt í þessu og þarna sé komin verk fyrir hlutana en þetta rúmaði semst innan áætlunar þessa árs. Ég vildi bara benda á þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig til 9. lið bæjarráð 93. fundur? Ef svo er ekki, þá förum við í 10. lið á dagskránni bæjarráð 94. fundur haldinn 11. júlí síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þennan fund? Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, við beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langaði að koma upp undir 4. lið, gjaldskrá vatnsveitna, en mér langaði bara að spyrja bæjarstjóra út í þetta hér af því að það verður miklar umræður á íbúðasíðunum hækkanir á gjöldum og af því að ég er nú ekki að mæta í bæjarráð og þekkti ekki þetta mál og þá var nú mikið verið að tala um það að þetta væri út af endurútreikningi á þetta væri hækkanirnar kæmi til vegna þess að það hefði verið endurútreikningur á tekjum mögulega þeirra sem eru að fá lækkanir eða einhverja niðurfellingar en mér langaði bara að spyrja hvenær koma þessar hækkanir til og hvenær var byrjað að rukka og hvað er þetta svona meðaltali fyrir íbúa. Takk fyrir þetta Fjóla Steindóra, þá er Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista biðum orðið. Forseti bæjarfulltrúar tilnefndur, já, til að svara þessu undir 4. lið er í rauninni þarna bara verið að tala gjaldskrá í rauninni vatnsveitna og í samræmi við í rauninni reglur gjaldskrána það eru þær upp, það er farið yfir 2 ára ári, bæði vatnsveitu og í lið 5 sem er gjaldskrá Selfossveitna. Það er rauninni bara verið uppfærað samkvæmt samræmi við vísitölu. Ég ímynda mér síðan, eða svona ég gef mér spurningin var að því að það kemur til í rauninni eftir álagningu skattsins hvert ár að þá er afsláttar hlutfall í rauninni þeirra sem falla undir afslátt af fasteignagjöldum að það breytist í rauninni þegar að niðurstaða skattsins kemur fyrir árið semst í þessu tilfelli, árið 2023, einhverju sem voru með afslátt áfram, mögulega jukust-tekjur á árinu 2023 og þar að leiðandi má segja að þau skuldi þá sveitarfélaginu á móti og svo eru aðrir í hina áttina sem voru að fá afslátt í rauninni innan því þau voru með lægri tekjur á árinu en árið þar á undan. Ég er nú ekki með meðaltalstölurnar en þetta er í rauninni verklag sem verið við eftir á sveitarfélaginu og fleirum í mörg árið þetta er gert. Þetta er samt
svo við segjum, þetta er bagalegt. Að sé þurfa að gera þetta á miðju ári það var sannlega rætt í sumar og við þurfum að skoða það núna. Getum við farið einhver aðra leið sem sækja þannig að þetta kom ekki svona, þetta kemur aftan að þeim sem þurfa að borga meira eða það sem deilist þá restin af því sem þú hefðir átt að borga fyrir hluta ásins á seinni hluta ásins. Og það er þó, þegar við tölum einhver jákvæð skref, þetta var gert síðsumars þegar skatturinn var að koma 1. ágúst fyrir nokkrum árum síðan, þá var verið að breyta þessu og þá var svo fáir mánuðir sem þetta dreifist á. Núna er þetta þó 1. júní, þannig að dreifist á aðeins fleiri mánuði, en samt bagalegt fyrir þá sem fá kannski háar upphæðir og þetta voru 400 einstaklingar sem þetta hafði áhrif á, bæði sem til lækkunar og svo hækkunar, og fleiri til hækkunar, svona sem sagt. En gagnvart gjaldskránum, þá er rauninni þær bara uppfærar 2 ára og þarna var rauninni verið að gera það samræmi við vísitölu. Takk fyrir. Afsakið þér þess að ég biðum orðið líka. Mér langaði líka að benda á þetta bara sem sagt í þessu vorum að taka fyrir að það framlengdu við í rauninni líka samning undir máli 7, vorum að framlengja samningu samvæmt móttöku flóttafólk sem er bara jákvætt fyrir sveitarfélagið. Við höfðum haft heimild og það er mjög gott samtal milli sveitarfélags og Vinnumálastofnunar þær breytingar sem þarf að gera á þessu, en Guðmundur var nú í gær að tala ef það þyrfti að gera svo að vinna þetta enn betur, þannig að það verði að gera lengri samninga ef fram sem horfir. Og síðan mál númer 8 sem er mjög langt, þar sem við vorum svona klára endanlega rekstrarsamningin við leikskólann Árbæ, þannig að var verið að slípa aðeins til orðalega úr þeim samningi sem hefði verið gerðið fyrir í vetur og skólinn tók til starfa eftir verslunarmannahelgi að fullu sem tjallastefnu leikskóla, sem er mjög jákvætt að þessi komið til starfa í sveitarfélagi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi Bjarnason. Eru fleiri sem vilja tjá sig þennan 94. fund bæjarráðs haldinn 11. júlí síðastliðinn? Ef svo er ekki, þá förum við undir 10. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Við erum orðið. Forseti, ég kem upp undir þessum fundi. Þessari fundagerð sem er rætt, það er bæjarráðsfundur frá 11. júlí og það er, hvar var ég stödd? Það er undir 23. lið, þar var rætt fund eign- og veitunefndar frá 2. júlí. Það var auðvitað því miður þannig að það náðist að fresta þeim fundi aftur og aftur, svo ég held að það hafi nú svona verið gert svolítið svo við ekki næðum ekki að ræða þetta erfiða mál og leiðinda mál, hvernig meirihlutinn stóð að því að fjalla uppgjör á fjölnota íþróttahúsinu á Selfossvelli og þrátt fyrir að það auðvitað farið fram heilmikil umræða í samfélaginu þetta mál, þá langar mig bara að vekja athygli á þessu aftur af því við höfum ekki verið hér í beinni útsendingu og rætt þetta mál eftir að þessi fundur var haldinn og það sem að í rauninni meirihluti nefndarinnar viðurkennir að þykja leitt að það hafi verið lagt fram rangt uppgjör og ég bara vil koma aftur upp og lýsa yfir gríðarlegum vonbrigðum með vinnubrögð meirihlutans og með hvernig ríkið hefur verið slegið augu fólks og markvisst settar fram rangar upplýsingar. Þetta er auðvitað ófyrirgefanlegt að standa svona málum og það er bara erfitt að treysta þegar svona hefur verið gengið fram. Ég ætla bara rétt að vona að þetta sé ekki það sem við munum koma til með að sjá eftirleiðis og að hér vandi fólk sig í sinni vinnu og detti ekki til hugar að setja mál svona fram eins og þarna var gert. En ég ætla bara að biðja fólk að kynna sér vel grein sem að bæjarfulltrúi Sigurjón Vídalín skrifaði þetta mál þar sem að
hér rétt að kemur fram grein á sunnlenska.is og bara lýsi yfir aftur yfir miklum vonbrigðum með þessi vinnubrögð og finnst þau ekki til góðrar eftir. Takk fyrir Arna og þá förum við hér í 12. liðinn á dagskrá fundarins. 11. liðinn sem er bæjarráð 95. fundur haldinn 25. júlí síðastliðinn. Einhverjum sem vilja tjá sig þann fund. 11. lið á dagskrá fundarins. Bragi Bjarnason, bæjarfundur með D-lista, beðum orðið. Aðeins til að upplýsa úr fundunum í rauninni, það sem það kannski hafa fengið þá vorum við í rauninni að samþykkja þarna í rauninni standa eða sérst að það myndi haldast óbreytt gjaldskrá fyrir matseld eldri borgara eftir nýjan samning sem var gerður við þjónustuaðila fyrir eldri borgara og mál númer 2 þar sem við vorum að samþykkja útboðsskilmála fyrir svona íbúðalóðir á Selfossi, Eyrarbakka og Stokkseyri sem eru svona svokallaðir þéttingarreitir, einbýlishúsalóðir sem eru að fara í auglýsingu núna öðru hvoru megin við helgina, búið að ganga frá öllum gögnum í kringu það og ættum að sjá þær auglýsingar bara núna þessi á allra næstu dögum sem er mjög jákvætt og unnið að fleirum. Þannig að já, þetta voru svona þessi 2 sem maður vildi bara vekja athygli á. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Þá förum við í 12. lið á dagskrá fundarins sem er bæjarráð 97. fundur og hann er væntanlega haldinn 15.8. Það vantar þarna undir málsnúmerið 15.8. síðastliðinn. Ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig hér 97. fund bæjarráðs. Einhver Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfundur með D-lista, beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Gleymdi einu hérna áðan. Ég ætla að nýta mér það að koma þá hérna undir 3. lið sem er kannski með leyfi forseta. Ég ætla að ræða það áðan undir þessum skipulagsbreytingum og því sem er framöndan í uppbyggingu í sveitarfélaginu, að það kannski á ágætlega við þó að ekki að beint við verklagsreglu í fjárhagsáætlun. En ég ætla að koma inn á það áðan að nú eru verið að bæjarstjóri kom inn á það hér að það væri að fara að byggja niður við Stokkseyri fangelsi. Ég held að það liggi vel við höggi, að maður getur orðað svo að við fáum ríkið til þess að koma að fráveitumálum þaðan yfir sem að væri þá hægt að nýta fyrir báða þéttbýliskjarnana niður frá. Það var allan eitthvað sem að væri vert að skoða. Nú þykist vera undir 3. lið verklagsreglu fjárhagsáætlanagerðar að það væri mjög gott að spara þarna og gera eitthvað róttækt og fá ríkið til þess að koma þar að með alla þessa miklu fjármuni sem þeir eiga til, ekki, en allavega herja vel á þá að koma þessu með myndarlegum hætti sem við getum nýtt okkur við verklagsreglu gerð við fjárhagsáætlun. Takk. Já, þetta voru ágætis verklagsreglur. Takk fyrir þetta, Fjóla. Voru fleiri? Ef svo er ekki, þá förum við í 13. Arna Ástofn, biðjum orðið. Já, það eru verklagsreglurnar. Já. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lið, það kemur hér undir 12. lið á dagskránum sem er 97. fundur bæjarráðs. Forseti, í sumar þá kom upp mikil umræða varðandi gæði á matnum í einum leikskóla í sveitarfélaginu og við ræddum þetta og þetta kom upp á sumarfrístíma náttúrulega og þetta er auðvitað mál sem er afar leitt að sé að koma upp hjá okkur því okkur langar til þess að vanda okkur og okkur langar til þess að við séum að framreiða gæða mat fyrir börnin okkar í leikskólanum og því var ákaflega leitt að
að þetta skildi koma upp og að þetta sé raunin og það var tekin ákvörðun að fara í úttekt á þessum málum og mér langaði bara til að spyrja hvað væri að frétta af þessari úttekt af því að það skiptir miklu máli að þessu sé hraðað og að við fáum niðurstöður eins fljótt og hægt svo við getum byrjað að taka á málum og vinna að úrbótum af því að hver mánuður er langur tími í lífi barna þannig að við þurfum að bretta upp ermar og vinna í þessu. Mér langar að vita hvað að frétta af þessari úttekt. Já, takk fyrir þetta Arna Ýr Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er rétt, við samþykktum í sumar að taka vinna úttekt og fólum sviðsstjóra og innkaupastjóra í samræði við matráða og aðra hlutaðendur að vinna því og það kom fram þar þegar vinna að það yrði skilað svona seinnipartinn í ágúst og þetta lendir náttúrulega líka inn í sumarlegum starfsfólk þannig að við viljum gefa þeim allan að rými til þess en ég veit til þess að sum atriði af því það er búið að hafa samráð við matráðan alveg frá upphafi þegar þetta kemur upp að ákveðin atriði ætluðum en að hlutast til strax en bæði það verður lagt fyrir bæjar og núna vonandi á næsta fundi niðurstöður úr því sem getur falið mögulega í sér einhverjar tillögur sem við þyrftum að fara í eða þá hvar við erum búin að gera vel eða hvar er búið að leggja til úrbætur úr því sem þurfti að laga. Því að við höfum heldur ekki taka að jákvæða að það eru margir sem hafa líka hrósað út. Við erum að keyra mat úr 3 mötuneytum núna, við höfum gert það nú síðastliðið ár. En það er alltaf, það sem er tækifæri til úrbóta eigum við sannarlega að taka það alvarlega og vinna að því. Takk fyrir. Þá förum við í 13. liða dagskránni sem er umhverfisnefnd 18. fundur. Sveinn Ægir Birgisson beðið orðið, það vantar hérna inn dagsetninguna í og ég ætla að hafa það hér meðfylgjandi frá umhverfisnefndafundur frá 29. júlí 2024. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, beðið orðið. Já, takk fyrir þetta forseti. Mér langar að koma hérna undir umhverfisverðlaunum og bara óska þeim sem hlutu þau verðlaun til hamingju, bæði íbúum í fallegustu götu og með fallegasta garðin en mér langar sérstaklega að koma hérna upp og óska Elínu Birnu til hamingju með sín verðlaun og ómetandi og mjög dýrmætt fyrir hvert samfélag að eiga einsling eins og hana og mér langar jafnframt að hvetja aðra íbúa bæði til að taka hana til fyrirmyndar og hlúa vel að umhverfinu og ekki síður að hvetja íbúa í götum til að gera götuna sem snyrtilegasta, garðana sína sem snyrtilegasta og þannig að bæjarfélagin okkar öll, allir þéttbýliskjarnar og öll lögbýli séu sem snyrtilegust. Takk. Takk fyrir þetta Sveinn Ægir. Eru fleiri sem vilja tjá sig. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, beðið orðið undir 13. lið umhverfisnefnd. Forseti bæjarfulltrúar, mér langar bara að taka undir orð bæjarfulltrúar Sveins Ægirs og óska öllum til hamingju sem fengu verðlaun og í rauninni óska nefndinni til hamingju með að hafa veitt Elínu Birnu verðlaun því að það var orðið löngu tímabært að hún fengi þá viðurkenningu sem hún verðskuldar. Ég held að hún sé ekki bara bæjarstjóri Eyrarbakka heldur sé hún í rauninni yfirumsjónarmaður og allt kring. Það er ekkert sem fer fram hjá henni og það er gríðarlega dýrmætt fyrir samfélag að eiga einstaklinga eins og hana og ég veit að hún er ekkert að fara fram á einhver verðlaun eða viðurkenningar en það er alltaf vel þegar fólk fær að njóta þess sem að við erum öll að taka eftir. Ég er ánægð með það og bara enn og aftur ítreka hamingjuóskir. Takk. Takk fyrir þetta Fjóla Steindóra og þá hefur dagskrá fundarins verið tæmd. Þessa 43. fundar bæjarstjórnar Árborgar. Við hittumst næst á bæjarstjórnarfundi miðvikudaginn 4. september næstkomandi en dagskráin er tæmd og fundi er slitið.